Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, komið þið sæl. Við ætlum að halda áfram hérna með rauðaborðið og nú ætlum við að tala svefnlyfjanotkun eldri borgara. Til mín eru komnar Anna Birna Almarsdóttir sem prófessor við Kaupmannahafnarháskóla og Drífa Sigfúsdóttir sem verið ötul í starfi fyrir eldri borgara, fyrir bæjarfulltrúi til dæmis. En þið gerðuð rannsókn á notkun svefnlyfja fyrir eldri borgara. Já, og það má eiginlega segja að það hafi byrjað þannig að við ákveðum að það var ákveðið fyrir kannski 3 árum að það væri mjög mikil nauðsyn orðin á því að bæta lyfjanotkun í landinu. Já. Það var bara málþing sem ákvað það að þetta væri mjög brýnt og það voru þarna komu sérfræðingar frá Kanada sem höfðu reynt að nota þessa aðferðafræði að fá almenning með í að skipuleggja hvernig bæti við lyfjanotkunina í landinu. Og þá hófust svona umræðan hvað eigum við þá að gera, eigum við að reyna að bæta alla lyfjanotkun eða ætlum við að taka eitthvað fyrir sem að kannski svona sem að hægt að gera kannski svona sem fyrsta skref. Og við ég var fengin inn í það þegar ég sérfræðingur í sín almennings á lyf og hvernig ég vinna með fólk, skjólstæðingum eða einstaklingum að því að bæta lyfjanotkun og líka á svona líðgrundvelli þegar við erum að tala um heila þjóð kannski, hvað gerum við? Og þessi Kanadamenni, þeir eru svona alltaf skrefin á undan okkur, búin að vera að vinna í þessu mjög lengi að fá fólk til að hætta á lyfjum sem það þarf ekki að vera á lengur og svefnlyfin eru eitt af því sem mjög algengt að fólk sé á mjög lengi en þau eru bara fyrsta lagi eru þau bara ekkert að virka sérstaklega vel þó að fólk finnist að þurfa að taka það og í öðru lagi sem miklu mikilvægara að þau eru hættuleg sérstaklega eftir því sem þú eldist þá verður þau hættulegri og hættulegri heilsuðinni. Og hvar sjáum við það? Í hverju Það að detta og meiða sig til dæmis. Það eitt af þessum stóru vandamál sem geta hlotist af það sem svefnlyf eiga þátt í því. Það að fólk að fara kannski fram úr og ennþá undir áhrifum þessar lyfja og dettur. Þetta hefur áhrif á minnið og það nú aukast náttúrulega þessi það orðið algengara fólk sem minnistap. Það ekki að segja að lyfin eiga alltaf þátt í svona. Þó að þess ekki eini þátturinn sjálfsög. Þannig að ef við getum minkað áhættan verður meiri. Og það sem við sáum líka var að það var að gera rannsókn 2020 sem sýndi að Íslendingar voru að nota 6 meira svefnlyfjum heldur en Danir. Og þá sagðum við, ókei, það eitthvað sem við þurfum að taka til í hér og við byrjum á svefnlyfjunum. Og það höfðu þeir líka gert í Kanada, eða þeir höfðu gert mjög góðar, voru búin að pröfa tvisvar að gera svona herferðir og í seinni herferðinu þá notuðu 2 bæklingar sem að líta svona út, annar þeirra fjallar að hætta á svefnlyfjum og hinn fjallar hvernig við getum þá lært að sofa án svefnlyfja ef við eigum í vandræðum með að sofa. Og þetta búið að vera núna frá því mars síðastliðnum aðgengilegt í apótekum landsins og á heilsugæslunum og jafnvel í heimahjúkrun á sumum stöðum. Þannig að og þetta erum við búin að vera að rannsaka síðan hvað kom út úr því að gera þetta. Þetta þegar við erum að nota 6 meira en Danir hefur engum bjöllum verið hringt þetta náttúrulega ótrúlega mikill munur. Jú, það náttúrulega ýmislegt sem Íslendingar að gera eru hástökkvarar í, við erum bestasta land í öllu mögulegu og við erum mjög duglega í lyfjanotkun líka. Við erum oft hærri, þannig að þetta var valið út af því, sjálfsagt, við völdum þetta út af þessu, hvað þetta gafti við okkur að við værum ekki á góðri leið. Við erum reyndar að svona hægt og sígandi minnka en við erum ennþá bara miklu hærri heldur en hina Norðurlandaþjóðirnar í svefnlyfjanotkun en við erum líka
Við eigum líka sko met í mörgu öðru eins og til dæmis að nota lyf við við bakflæði eða magarsýrum sko. Þannig að það er ýmislegt að vera okkur langar að halda áfram sko að taka fyrir fleiri svona. En þetta sýndi sig þetta átak sem við gerðum, þessi samvinna Landssambands eldri borgara og mín og svo skulum við ekki gleyma að það voru fullt af aðilum í heilbrigðiskerfinu sem voru með okkur í þessu. Það var landlæknisembættið studdi virkilega vel við okkur, heilbrigðisráðuneytið, reyndar var það sama manneskjan, hún byrjaði sem landlæknir og svo kemur hún fram sem heilbrigðisráðherra aðeins seinna. Og svo var það er verkefni sem heitir Lyf án skaða sem er líka með mjög góðan aðila sem hefur hjálpað okkur mikið og að því standa öll fagfjölögin, það er læknafélag, lyfjafræðingafélag, hjúkrunarfræðingarnir, það er Lyfjastofnun með í þessu, þannig að það er fullt af aðilum og Landspítalinn ekki, við skulum ekki gleyma Landspítalinn. Nei. Þeir hafa virkilega stutt upp baki okkur, þannig að þetta var fullt aðalið sem koma saman, en það mikilvæg var líka að ég fann svo gott lið til að koma inn sem fulltrúar eldri borgara eða fólk sem er eldri en 60 ára. Þeir vilja kannski ekki kalla sig alltaf eldri borgara en fólk yfir 60 ára gamalt sem að Landssambandið tekur til og fekk þess að frábæra aðla með og meðal annars Drífu. Við vorum það voru 8 frá ykkur sem kom inn og ég hefði ekki geta gert þetta sko án þeirra því að það var svo margt sem kom inn sem ég hafði aldrei dottið í hug að gera og þetta er eitthvað sem við drífum síðan að fara að tala í Oslo fljótlega. Hvernig við unnum saman og það er stór alþjóðleg heilbrigðisráðstefna hvernig maður breytir heilbrigðiskerfinu. Drífa, varst þú fulltrúi Landssambands eldri borgara í þessu? Já, ég var ein af þeim. Við vorum 8 sem bættust við þarna og þarna var fólk sem keyrði meðalans frá Patreksfirði til þess að mæta á fundi, þannig að fólk var mjög áhugasamt og svo voru líka fundi bæði á netinu og staðfundir og menn voru að lesa yfir hvernig og velja hvaða aðferðum við áttu að nota og þessi Kanadaransson hafði gefið mjög góða raun. Og niðurstaðan var svo að eftir við vorum búin að ræða þetta og lesa allt yfir að þetta og síðan fórum við yfir spurningarnar og orðalag og þú veist hvað passaði fyrir þennan hóp og það voru allir mjög spenntir. Mér finnst þetta alveg afspyrnu gott verkefni. Ég er mjög ánægð að fengi tækifæri til að vera með því án önnubyrnu þá þetta aldrei orðið og sko það sem að kannski snýr af eldra fólki og hættulegast það er náttúrulega það sem fólk vill ekki detta eða verða fyrir minnisklöpum og sveflið eru þarna alveg svakalegir skaðvaldar. Þú veist, við vitum að 65 ára eldri, þeir detta cirka þriðjungur þeirra, 33% eða svo, dettur einu svona ári, en þeir eru 80 til 85 ára, þá er helmingur sem dettur. Og þarna eru svefnlyfin mjög sterk inni og ef þú dettur og þú veldur alvarleika eins og broti, þá ertu að lenda í kannski sjúkrahúsvist eða hvað. Ef þú lendur inn á sjúkrahúsi í korsaðan út af þessu eða öðru, þá eru svona 7-10 dagar á sjúkrahúsi, þau eru að elda því sem nefnir eðlilegri hrörnun 10 heil ár og það vill enginn lenda í því. Síðan er náttúrulega þessi vitræna skerðing, þetta hefur áhrif á minnið, þú dettur, þú ert hættulegur í umferðinni og til dæmis, ef þú færð flensu eða veirusýkingar í lungu, þá skapar svefnlyfin 4 sinnum meiri hætta á lungnabólgu sem býsna margir deyjur og meiri 20-fald líkur á dauða ef þú ert með flensu og farð síðan svefnlyf og tekur þau, þá ertu 20 sem líklegri til að deyja og ég held að fólk viti þetta ekki. Nei, sko, það er ekkert svo langt síðan að móðir mín var á hjúkrunarheimili og hún datt og oftar en einu sinni, oftar en tvisvar og
Ég man aldrei eftir einn umræðu þetta til dæmis. Kannski bara vissi fólkið ekki, starfsfólkið, ég veit það ekki. Nei, en svo ekkert reyndar engir faglærðir starfsmenn heldur, sko. Það er oft bara einn faglægur en það sjást ekki, sko. Nei, nákvæmlega og ég þekki einmitt þetta sama, móður mín var á svefnlyfjum, sko, og henni var alltaf að gefa svefnlyf og hún datt oftar en einu sinni sem mjög manneskja sem þurfti að vera mikill hreyfing og þetta var henni mjög erfitt af því hún bæði brotnaði og fleira og þá var hún sett í hjólastól og fyrir manneskja sem er vön að vera sífelldri hreyfingu þá er þetta mjög mikil skerðing og þetta er að eyðileggja lífsgæði fyrir fólk og mér finnst það mjög alvarlegt að það sé verið að gera vegna þess að sko þú sé vera meðaltali 7 mínútur lengur á svefnlyfjum sem er ekki mikil viðbót en sko það ætti ekki að taka það meira en 2 vikur en þau eru hægt að virka eftir 4 vikur og ég held að fólk sem er að taka svefnlyf það veitir ekki af því að eina afleiðing að taka svefnlyf er svefnleysi. Ef þú hættir að taka þau, þá lendur í frákvæðsengjunni sem eru svefnleysi. Og það náttúrulega hefur líklega stoppað mjög marga í því að reyna hætta, þó þau kannski vilja það. Og við erum með í þessu bæklingi hérna sem heitir hvernig má hætta á svefnlyfjum. Sem á nálgast í öllum apótekum ekki. Og heilsugæslunni. Og heilsugæslunni, já. Og við erum að prenta fleiri eintök núna, svo að það voru nokkri staðir sem voru búnir með bæklingana, þannig að við þurfum að koma fleirum út. All land, þetta er alltaf all land og hér er verið að sína til dæmis hvernig maður getur trappa niður svefnlyfin sín hægt og hægt og það er mikið lagt áherslu á hér að líka ef maður er óviss að sækja sér hjálp og apótekin geta hjálpað og sjálfsögðu heilsugæslunar þannig að ég hef haldið sko fundi líka fyrir þessa aðila og undirbúið þá undir að taka við bæklingunum svo þau vissu hvað þeir væri með í höndunum. Já. En þetta, sko, þessi föll eru algeng. Mjög. Já. Og náttúrulega venjulega bara á hart gólf, ekki? Jú, þetta getur alltaf verið utan dýra líka. Já, en ég sé bara fyrir mér reyndar þær aðstæð sem að mínir fóreldrar voru sem voru á hjúkrunarheimili. Já. En þetta þessar tölur að það er 1/3 yfir 65 ára sem dettur allavega eins ári. Þessar tölur alla sem eru yfir 65 ára, ekki bara þá sem liggja á hjúkrunarheimili. Það er yfirleitt, það er alltaf veikasti hrumasti hluti eldri borgarna sem liggur þar eða býr þar þannig að þetta er líka á líka við okkur hinn, ég er yfir 60 sko, við sem ennþá búum heima að við erum líka hætt alveg eins og þeir sem liggja þar inni. Og fólk er þá jafnvel sko líka með bílprófi keyrandi. Já, og það er að valda einmitt slysum sko, til dæmis ef þú tekur svefnlyf eins og algengt er Ímovan, þá ertu með skerta akstushæfni daginn eftir, bara eins og sért með áfengismagn í blóðu yfir þeim mörkum sem mátt keyra. Og ég held að fólk átti sig ekki á því, þú ert hægari að bremsa, ef einhver barn hleypur fyrir bíliðinn, þá nærðu kannski ekki að bremsa því að hugurinn verði hægari. Og það er hættulegt í umferðin. Og það voru, sko, samkvæmt gögnum landlæknis í 2024, það var yfir 1/3 af þeim sem eru 80 ára og eldri, þeir voru að nota þessi algengustu svefnlyf. Og þá voru við ekki að telja með allt mögulegt annað sem líka getur sleppt þig ef þú tekur það fyrir nóttina. Þannig að bara þessi lyf sem eru langþekktust, Stilnoct, Ímovan og Ímomed, það voru yfir 1/3 áttræðra að nota það og yfir 15 af þeim sem eru 67 ára eldri. Já. Þannig að þetta eru mjög margir sem eru undir áhrifum þessa mögulega og það eru stórhluti sem er að nota þetta hverja einustu nóttu í mörg ár og það er hægt að virka fyrir löngu síðan, geta alveg lofað ykkur því að þetta er hægt að virka. Þetta er bara orðin ávani og líka minn orðin vanur þessu. Ég segi ekki að þetta sé fíkn, þetta er alls ekki fíkn
ekki miskila mig. Nei. Þetta bara líka minn vinnur vanur þessu og þá þarf þetta að venja hann af því líka hægt, mjög hægt. En sko, bara náttur svona, hvernig getur það verið að við sem þjóð að við skulum nota 6 sinnum meira af svefnlyfjum heldur Danir? Hvað skýrir það? Það er margt, ég náttúrulega eins og sagði, það er margir lyfjaflokkar þar sem við erum heimsmeistarar. Já, þetta er ekki eina. Nei. Og það er búið að sko vera það er engin ein rannsókn sem að sýni fram á Íslandingar séu einhvern veginn öðruvísi, en það er svona nokkra litla rannsóknir sem segja, jú, við erum hrifnari af bæði við, sérstaklega við almenningu, bara við öll, eru hrifin af þessari fljótlegu lausn að leysa hlutina svona og við þrýstum á læknana til þess að gera þetta. Því að það er ekki, til ekki þetta sé við svo mikið við læknana að sagast, þeir eru náttúrulega bara þeir lifa í því umhverfi sem þau náttúrulega vinna í og þau þurfa að eiga við okkur hinn á dagsbasis og það er bara meiri þrýstingur á notkun og lyfjum hérna. Það er ekki sko hamagangurinn bara í samfélaginu að lækna bara þeir gefast bara upp undan þrýstingnum. Jú. Þeir eru bara mannlegri svo við. Við viljum bara redda allu. Og þeir geta ekki, en Danir voru líka, þeir gerðu ýmslegt þarna aldamótin síðustu. Þá gerðu þeir hluti sem að hafa haft mikil áhrif. Þeir bara tóku læknana svolítið fyrir. Þeir þetta fóru læknaleiðina. Við förum almenningsleiðina hér. En þeir fóru læknaleiðina og gátu alveg þrýst þessu niður í gegnum þá og síðan tóku þeir fyrir ökuskírteinið, endurnýjun ökuskírteina, að þú máttur ekki vera að hafa fengið lyfseðil fyrir slíku lyfi að þú ætlar að endurnýja lyfseðilinn eftir einhvern ákveðin aldur. Nei, ég meina endurnýjað ökuskírteini. Já. Og þá sá maður líka svakalega brekku niður í lyfjanótkunni, þá bara fór hún mjög langt niður líka í þessum aldurs. Það talum við í Danmörku. Já. En svo er þetta líka eftir með tölur með Noregi, við erum 3,5 sinnum meira af þessum lyfjum heldur en þeir. Þetta er ekki bara, við erum ekki bara að bera okkur saman við Danir. Nei, þetta er náttúrulega, danski samanburðin náttúrulega hrópar hæst á okkur, en við erum bara, Noregur er næst okkur í nótkun og þeir eru samt meira en 3 sinnum lægri en við, sko. Já. En í hópi, fólki sem er í félagi eldri borgara, þetta hlýtur eiga við bara talsverðan fjölda þar. Já, þarna er stærsti hluti notenda, það er þetta eldra fólk sem er að fá mesta svefnlyfjum og það er frekar erfitt að venja fólk af því, en þeir sem að notuðu bæklingin í þessari könnun, það var tæp 47% sem að notuðu bæklingin og ákvað að draga notkun eða hætta alveg, sem er nokkurn veginn það sama hlutfall og var í Kanada, þannig að við hljótum að vera eitthvað svolítið skild andlega Kanadamönnum, en þannig að þetta er býsna hátt hlutfall, 47% þeir sem að notuðu bæklingin hættu notkun eða minnkuðu. Þannig við náðum alveg verulega góðum árangur að mínum mati, en við erum ekki búin en þá sko. Það þarf að gera meira. Já. Við þurfum að komast undir Dani og helst undir Norðmenn, sko. Já, það er verk að vinna. Já. Þetta er alveg ótrúlega tölur hjá okkur. En þessi var mjög vel tekið í heilbrigðisþjónustunni, því að það hafði vantað einmitt svona efni til að taka umræðuna svefnlyf við fólk, því hún er mjög erfið oft á tíðum. Fólk er mjög ánægt með sín svefnlyf, vill ekkert mikið tala þau, en þetta var fínasta tól fyrir, og líka þegar fólk hafði kannski áhuga en var hrætt við að reyna þetta, þá hafði maður loksins eitthvað í höndum til þess að vinna með fólki. En er ekki hluti af þessum lyfjum eru svona ávanabindandi? Jú, þetta er, sko, það er til náttúrulega bæði líkamlega ávana, þar sem að líkaminn fer í svefnleysi til dæmis, sem var að tala um að ef þú hættir ef þú bara hættir mjög skarpt á svefnlyfjum, bara segir, nú er ég hætt á svefnlyfjum,
ætla ekki taka næstu nótt. Þá liggur sjálfsagt andvaka þá nótt og nokkra nætur á eftir. Þannig að það mjög erfitt að það svona, þá líkaminn þinn orðin svo vanur þessu að hann vill fá þetta og getur ekki, hann verður ekki í rónni fyrir nú tekur svona. En svo líka þessi bara andlega ávenni, ég verð að taka lyfið mitt. Þetta svona regla sem inni hér upp í höfðinu á þér. Ég verð að taka lyfið mitt, annars sef ég ekki. Já. Þannig að... Já. En þetta en svo náttúrulega til fleiri sljókandi lyf. Já, ég var bara að tala þessi algengustu sem eru svona, kannski, ég myndi segja, í okkar rannsókn, við gerum svo rannsókn á því hvað fólk var að nota líka þessum 2200 sem svöruðu hjá okkur, að þá var rúmur helmingur að nota þessi algengustu lyf sem við þekkjum sem Stilnoct, Imovan eða Imomed. Þau eru kölluð stundu setalyfina þegar þau byrja, efnafræði heitin þeirra að byrja á seta. Þannig að helmingurinn var að nota þau, svo var fólk að nota allt mögulegt annað. Það er til dæmis mjög algengt að nota það sem er þekkt undir nafninu Fenergan. Það er svona ofnæmislyf eða það er annað sem heitir difenitramin. Fólk kaupir það oft út í Ameríku. Þetta difenitramin, það er það er notað það er í lausasölu þar og fólk fattar ekki, það heldur að það sé svo skaðlaust því að það er nú bara ofnæmislyf, en það er svo slævandi að fólk er hætt að nota það sem ofnæmislyf og það er meira að fara að nota það til þess að sofa og það er jafn hættulegt að keyra undir áhrifum þess eins og setalyfjana En var hvergi svona fyrirstafa einhverjum sem kannski bara vildi ekki rannsóknina? Við höfum alveg heyrt af því að við skulum segja að þeir sem vinna í apóteki hafi reynt að bjóða fólki hafi fengið vond viðbrögð og það er sjálfsagt erfitt fyrir það. En það sem kom í ljós að fólkið eins og heilbrigðisstarfsfólk sem notaði bæklingin taldi að hann væri mjög öruggur og gæfi mjög góðar vísbendingar og væri mjög hjálplegur. En það sem kannski mér finnst skipta líka máli að ef þú ert að taka svefnlyf þá eru 4 til 6 líklegra lendir í alvarlegu umferðarsleysi og 1 af hverju 9 í dauðsföllum í umferðinni það eru út af svefnlyfum og þá bætist náttúrulega við líka það sem fólk búið verið fréttum undanfarið drykkjuskapur landans, eldra fólk er að drekka mjög mikið og við vitum ekki hvernig það fer örugglega ekki vel saman. Þannig að við erum búin að auka vandan af því við erum með svo mikið svefnlyfum og mikla drykkju þannig að margt af þessu fólki er verulega hættulegt í umferðinni áttu sig ekki á því. En hvað erum við að gera ef við erum að svefnlyf sem að eru jafnvel óþörf og eldra fólki fara að drekka úr hófi. Það er eitthvað í samfélagsmyndin okkar sem er ekki eins og ætti að vera. Það er eitthvað mikið að, ég held að ég skil ekki þess að drykkjuvetna þess að ég læt nú það eiga sig en þetta ég bara get ekki ímyndið mér að þetta sé fólk sem er hægt að biðja að passa barnabörn eða yfirleitt vera með fúli 5 ég skil þetta alls ekki en við náttúrulega kannski erum ekki að einbeita okkur af áfengi núna en lyfin og við vitum alveg þessar byltur sem eru þú veist eins og fyrir elsta fólki 80 til 85 ára og við erum bara að tala vannhóp, ekki eldri og ekki þessi líki bara allir á þessum aldri, helmingurinn dettur og síðan ertu að lendi því að mjaðmagrindabrotna brýtur áður úrliðin kinnbein, þú ert að lendi því og þú ert lengið því og hvað gerist? Þú verður hrættur við að hreyfa því en ef þú hreyfið ekki þá hrörnar mjög hratt og ég tel að staðan fyrir að byggja endilega endalaust af hjúkrunarheimili, ég er alveg meðmælti við þurfum að vera með hjúkrunarheimili en það kostar hátt í 20 milljónir hvert pláss og fyrir 20 milljónir fyrir bara einn einstakling sem að þú ert að byggja hjúkrunarheimili fyrir þá getur þú þjálfað mjög marga til að bæta heilsunni þeirra auka liðleika og svo framvegis ég held að kerfið sé á kolvillursu leið að setja ekki meiri pening í að þjálfa eldra fólk og halda því við góðri heilsu. Þá dettur það ekki, það virkar í samfélaginu, það kostar ekki öll þessi pláss
sem verið að tala að eldra fólk sé að teppa allt sem fyrir alveg veruleg taugarnar eldra fólki. Þetta næstu mannréttindabrot finnst mér að meðalda fólk að það liggi fram á göngum í langan tíma. Ég tel að þetta sé mannréttindabrot og ég tel að þarna séum við bara á rangri leið. Við þurfum að draga úr lyfjanotkun sem að fara illa með fólki. Við þurfum að auka hreyfingu og þar verður að taka til hendinni meira. Það hefur verið ýmislegt gert núna síðust árin en við þurfum að standa okkur miklu betur þar. Það sparnaður í því, meiri lífsgæði og það miklu minni kostnaður fyrir samfélagið. Þannig ég skil ekki hvernig menn fara að reikna út að þetta borgis ekki. En svo eru frjáls félagsamtök eins og eldri borgarafélögin, þau eru að standa fyrir öllu mögulegu sem að virkja fólkið og það er náttúrulega, kannski, ég veit ekki hvað þér finnst það en finnst þér ekki að það ætti að vera meira bara það ætti að vera í gegnum ykkur félagsamtök en auðvitað með styrkjum frá einum og það var styrkur frá heilbrigðisráðuneytinu og fleiru, þannig ISI og það var stemt að því og það farið í flesta stað á landinu til þess að ræða við sveitarfélögin og félögin og það eru, þú veist, eins og í mínum heimabæði, þá alveg styrt eldra fólk til þess að hreyfa sig og það opið svona inni aðstæða til þess að ganga og svoleið og það mjög víð á landinu og eins og í mínu bæ þá getur ég býr Reykjanesbæ og þar getur líka, þú kemur bara inn með ákveðna uppæð, annarkvort líkamsrækt eða eitthvað annað og það auðvitað líka þessi andlega heilsa sem við þurfum, þannig að við viljum ekki að fólk einangrist að því að hrætt við að hreyfa sig, hrætt við að fara út eins og dagurinn dag þar sem mikil hálka, þannig að við þurfum að leggja meiri áherslu á þetta því að þá kostnaðurinn minni og miklu meiri gæði í lífinu, þannig ég alveg sammálaður. Eldra fólk þarf að hreyfa sig. Við erum gerð til að hreyfa okkur. Þú veist, í fótbolldósun stóra, hvað heitir það þau í Keflavík? Nettohöllin held ég heitir núna. Það er alltaf skiptinu. Þanga mætir eldri maður og ég held bara hverju mótni eitthvað og svo kemur fullt af fólki eldri borgurum sem situr svona á mótunum og hann situr í stólnum og hann og þau að hreyfa sér eftir honum og ég ætla að reyna að fá viðtalan mann, hann var svo hæfiskur, það var ekki nokkuleg en hann bara, engin sem borgar honum eða... Nei. Það eru svona hópar og það sem er svo skemmtilegt að það var 102 ára sem var að hætta að sína dans núna í sumar, hann ákvað að hætta eftir sumarið að sína dans. Hann hélt sér með því að hreyfa sig og lyfta í COVID, keypti sér græjur, hann var búinn að vera í hreyfingu og svona, var kominn með göngugreind, hann gaf hana frá sér bara, hittu einhvern í sundi sem vantaði svoleiðis þannig og losaði sig við það og svo hreyfði hann sig mjög vel í COVID og hann er sem sagt bara í fínasta standi yfir 100 ára, af því að hann passaði að hreyfa sig alltaf og þú þarft hreyfingu, líka með þarf hreyfingu og liðleika, þá dettur síður. Emil, mér kemur nú til hugar þegar við tölum hjúkrunarheimili að það mjög takmarkað að fagfólki að vinna. Já, það eru reyndar alltaf fagfólki í forsvari fyrir tjáltanum. Já, en hvort að sé ekki best fyrir starfsfólki sem kannski að fólkið sofi alla nóttina og það þurfi ekki að vera að sinna því. Jú, það náttúrulega freistni vandi þar í kringum að nota svefnlyf til þess að róa fólk niður á nóttinni sérstaklega. Og það byrjað að nota lyf sem eru úr öðrum flokki lyfja sem þeir eru kalluð hvað er þau nú kalluð? Geðrofslyf, já. Það eru að nota minniskammt af því til að róa fólk niður og það líka farið að sjá það sem ákveðnu svona vandamál sem við þurfum að fara að takast á við að það sé ekki gott því að þau eru svo slævandi svo lengi líka oft á tíðum. Og þá ég var með, ég var svona stóð á hliðalínuna í Danmörku þar sem að verið að breyta í einu sveitafélagi, það var bara tekið á þessu notkunni þar með því að þjálfa starfsfólkið í að gera aðra hluti fyrir, þetta er mikið nota fyrir fólk sem eru komið með minniskerðingu og það nú mjög margir á hjúkrunarheimilum sem eru þannig ástatt fyrir
En það var verið að taka þá í þjálfun í að nota svona aðferðis eins og að passa upp á hljóðin í kringum fólkið, hvernig verið tala við þau, ljósið, ekki draga gardínunar hratt frá á mótnana til dæmis, svona fara rólega í morgun verkin og þannig var unni með það að þýðir ekki að setja lyf fyrir lyf, þú veist. Oft á tíðum það bara lyfið notað við einhverju sem að í raun og veru er ekki til lyf við. Það að þér líður ekki vel á hjúkrunarheimilinu endilega eða það ákveðin hluti við hjúkrunarheimili sem að espa eða triggera því til að fara í ákveðina hegðun og þá bara þar hjúkrunarheimilir að breytast. Ekki þú. En verður ekki að gáða til að gæta okkur að við með ekki tala öll lífi niður. Nei, ég er lyfjafræðingur sjálf. Ég er lyfjafræðingur. Þannig að ég er nú myndi mjög seint fara að tala illa lyf sem slík sem bara alveg, þú veist. Og lyf hafa gert alveg stórkostlega hluti fyrir þjóðfélagið. Ég meina mörg okkar væri ekki á lífi nema út af lyfjum. Hugsaðum allar hjartasjúklingar sem að ganga hér bara keikir og fara í vinnuna, sko. Og krabbameinssjúklingar. Og krabbameinssjúklingar sem eru læknum með lyfjunum. Það var orðið mikla framfæri þar. Og náttúrulega ef við fyrir mjög langt aftur í tíma þá var fólk að deyja úr bara sýkingum hérna fyrir sýklalyf og þannig að ég myndi vera mjög sein til að tala illum lyf. Ég aðalega að tala lyfjanotkun. Ég meina, ég er ekki að segja við ættum að taka þessi lyf að markaði sem svefnlyf, ég er ekki að segja það. Bara rétta notkun, sem réttasta notkun. Þessi algengustu lyf sem heita setalyf, sem ég hef nú talað mikið hérna, það er allt í lagi að nota þau af og til, en þegar að fólk fara að nota okkur einustu nótt. Skilgrátt var það, Og það fólk á erfiðast með að hætta. Og það svona, þannig að það hverfur aldrei úr líkamann. Nei. Það er ekki? Nei. Það brotnar niður en svo ferð aftur bara, tekur hann aðnan skammt kvöldi, sko. En þá er líkamann búin að venjast þessu, bara tekur þetta og þannig jafnvel farin að vinna öðruvísi úr lífinu, þannig að þú tekur ekki eins og eftir þú tekur ekki eftir því að þú ert að taka þetta. Þú finnur ekki sér slæmandi áhrif lengur af því að þú ert búin að venja líkamann við það. Það eru ákveðin ferli líkamann sem fann að venjast þessu og til þess að snúa því tilbaka þá þarf þetta að gera það mjög hægt til að líkamann fara aftur í sitt fyrsta horf. En ef þú tækir bara þetta lyf einu sinni á nótt, segjum einu sinni ári eða í nokkra nætur einu sinni á ævinni þá hefur það áhrif á þann hátt sem að því var ætlað að hafa áhrif. Það er með svo margt hérna hjá okkur eitthvað. Við erum svona svolítið öfgaþjóð. Við erum það. Já, það passar. En þau sem þurfa nauðsynlárslyfjum að halda, þau gera það bara, en það má skoða þetta. Og eins að þá uppáskriftir, eða ekki, með lækna? Jú, það er náttúrulega draumurinn að geta verið með vinna þannig saman, almenningur, fulltrúar, þeirra sem nota lyfin og heilbrigðisþjónusta sem getur unnið saman í þessu að minnka lyfjanotkun. Við unnum svolítið mikið með þeim í þessu átaki, en ég hefði alveg viljað hafa meiri, þess að hafa haft tíma og mannafla til að við værum meira að skipuleggja hvernig við gerðum þetta saman. Og þá getum við haft ennþá meira áhrif, alveg vissum að því að við þekkjum rannsóknir sem að hafa skoðað átak sem að beinist að almenningi. Það er frekar nýtt að maður sé að beina þessu að almenningi. Við erum forgangsþjóð í því eftir Kanadamönnum, sko. og síðan er mjög mikið búið að vera að gera í marga áratugi búið að vera að reyna að hafa áhrif á læknana. Og það hefur sín áhrif. Það gerir það. En það er ekki eina sem við getum gert. Við þurfum eiginlega að gera bæði.
Já, ég skil. Eða alla, þú veist, bæði. Það segja þessi draga úr sko lífsviljanum með því að taka lyf út í eitt. Já. Fólk verður líka svolítið groggi á mótnana sem af sumum lyfjónum og þá hefur það bara ekkert langar það ekkert út að hitta vinna sko. Eða fjölskylduna. Og það náttúrulega bara það mjög vondur mikill vítarhingur að lendi í raun og veru. Þegar þú missir áhugan á því að hitta fólk, hefur ekki orkun til að hitta fólk, þá náttúrulega kemur einmannleikin líka inn þar. Og við vitum að hann mjög hættulegur. Og hreyfingarleysi fylgir með af því að þú ert óöruggur, þá þorir ekki að fara út að hreyfa þig, þorir varla að gera ýmsa hluti og það dálítið mikið. Ég held að sko þetta átak núna, þar sem við fengum tækifæri eldra fólk til þess að segja okkar skoðun, til þess að búa til orðalag sem hendaði þessum hóp og svo framveg. Þetta nýtt og ég held að þetta sé framtíðin í að tala við þá sem eru að nota eitthvað. En það náttúrulega bara sko alveg út í hött að við séum með svona 6 meira en Danir af svefnlyfjum. Það bara alveg út í hött. Af því við vitum líka að þegar þú ert búin að taka þetta í mörg ár, þá þetta ekki að virka. Þú átt ekki að taka þetta lengur en í 4 vikur og þá hægt að virka. Þannig að sko ef að læknar myndu gefa þeim svefnleysi, þú veist eitthvað lyfleysu, þá myndi það sjálfsagt hafa sömu áhrif og eftir 4 vikurnar af því að þetta svona orðin vani. Og það mjög erfitt að kenna kannski gömlu fólki sem búið að taka þetta í mörg ár að breyta notkun og einhverjum finnst að þetta sé vondur áróður af því að þau eru ekki að gera neitt nema bara taka sér svefnlyf sem fengur frá lækninum. Og ég skil alveg að það erfitt að vera læknir og eitthvað segja, já en ég sé ekki á þess að fara svefnlyf og læknirinn veit þetta. Þannig að ég skil það en ég held að það vegi miklu þyngra allan í mínum huga að draga úr þessu þannig að fólk fari frekar að hitta vini sína, fari frekar að hreyfa sig. En það verður að hjálpa fólki til þess og þessna svo ánægð með að Landssamband eldri borgara ákvað að styrkja hópinn núna til þess að prenta þetta aftur. Og áður var Anna Birna búin að fá styrki til þess að hefja þessa rannsókn og nú eru búin að fá fleiri bæklinga og hún búin að vinna þessa rannsókn og taka saman gögn og ég held að að vona að það muni hafa jákvæð ári að svona margir tóku mark á bæklingnum. Þannig ég vona að heilbrigðisstarfsfólki verði áfram ánægt með að nota þetta. Þetta var styrkt af 2 ráðuneytum. Já, heilbrigðis og... Já, það var heilbrigðisráðuneyti var átti hluti í þessu og það var líka mikil svona, mikil svona móralsku stuðningur frá heilbrigðisráðuneytinu og landlæknisembættinu, sama konan eins og ég sagði. Og svo félagsmálaður það? Nei, og svo var það nýsköpunar ráðherra, ráðuneyti. Það var með styrkja sjóð sem að hétt Fléttan. Fyrir svona nýsköpun í heilbrigðiskerfinu. Og það heitir nú eitthvað fleira en nýsköpunarráðuneytið, það háskóla í því og það menningar. Ég man aldrei hvað röða sagt, svo ég ætla ekki að voga mér að segja það. Þetta svo mikla breytingar. Það alltaf verið að breyta þessu sko. Það hét annað þegar við sóttum í styrkir. En ég bara óska ykkur velfartar í þessu sem að gera og bara takkir fyrir því sem það hafi gert sko. Takk fyrir. En Drífa Sigfúsdóttir og Anna Birna Almarsdóttir, takk fyrir komuna. Og við höldum áfram eftir augnablik. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.